Þetta er flott. Góðan daginn. Nú fyrsti dagurinn okkar í Denver. Hvað heitir, segirðu? Við flugum til Denver og erum núna... Boulder. Og já, það sem við erum að fara að gera í dag að fara eitthvað að rölta, kannski fá okkur eitthvað að borða, fá okkur kaffi, hafa notalegt, versla eitthvað smá stelpubarnaföt. Já, endilega komið með okkur og fylgist með. Já, í gær, þegar við lendum, byrjaði að snjóa. Ok, mér leist ekkert vel á það. Það er snjór. Það er snjór hérna. Ég eins og útlendingur sem hef aldrei séð snjó. En það, já. Það er aldrei snjó á þér. Jó, við búum á Íslandi. Ja. En já, það er magnað, það er snjór hérna. En ég held að það sé 5 stig hiti núna, en það á að detti í 16. Samkvæmt Anitu. Já, kemur bara ljós. Já, herru, þá erum við komið fyrir utan þessa vinsælu Target-búð. Þannig hefur aldrei farið með mig í Target. Jú, reyndar fór í gær. Já, en ekki að versla. Nei, en þetta er risastór bara hagkaupverslun. Það er sinnum 10. Já, ég sagði risastór hagkaupverslun. Já, þetta er vöruúrval. Já. Og svo er þetta auðvitað miklu ódýrara. Þannig að byrjum allavega þar og sjáum hvernig það fer. Ég sé auðvitað ekkert á skjáinu. Það er svo bjart. Gott veður. Það er mjög gott veður. Já. Byrjum allavega í Target. Þá erum við komin í Target og Anita er búin að missa sig pínlítið. Búin að kaupa smá af hérna. Mér finnst það mikið. En það sem ég væri til að kaupa handa litlu dömurinn sem er að koma í heiminn. Þetta hérna. Mér langar geðveikt að kaupa svona fyrir hana. En þá er auðvitað pælingi hvernig við höfum að koma þessu heim. Það er kassina þessu er alveg þrusu stór. Hann er alveg... Var þetta ekki þessi hérna? Jú. Já. En þetta kostar 15 skall. Nei, það er hérna 13.500. 13.500 kall. Þetta hérna dót. Sem er ekki mikið. Sérstaklega að Anita fann á annarri heimasíðu hérna á Íslandi. Þá var verið að selja eitthvað aumingjalegt. Mér finnst bara astanlegt. Bara eitthvað svona dót. Það var á 33 skall. Þannig að þetta er á 13 skall. Þannig að ég býst alveg við því að við tökum svona fyrir stelpuna. Bara af því að við getum það. Já, kannski getum það ekki. Hvernig að koma sér heim? Já, við þurfum að pæla í því. En já. Herru, við erum ennþá hérna í búðinni. Það er eitthvað sem segir mig að kaupa þetta. Þyrla, fjastýrð, 4 skall, 5 skall. Nei, 4.000. Stóri bílinn hérna, 3.000. hann er á 3 skall. Þetta eru 2 fjastýrðir. Stóri hérna er á 3 skall og sjáu hvað hann er stór. Sjá hann. Já, 2 fjastýrðir bílar á 3.2. Það er ódýrt að kaupa dót hérna. Þannig að ég hvet alla foreldra að skoða, að kíkja hingað. Þetta er alveg magnað maður. Ég veit ekki. Eina sem ég finnst skrítið, ok, þetta hérna kostar 2 skall. Skoðum hérna. Nei, byrjum á þessum hérna. Sjáum hvað hann fer hratt. Þetta er bara, já, ok, fjastýrður bíl. 4 skall. Bugatti, rosastór, við sjáum stærðina, hendina á mér. Þetta er nú. 3 skall. Gæjalegt. Það er fullt af öðrum bílum líka. Sí, ó. Hann kostar nú reyndar alveg, já, 7.500. 7.500, já. Samt ekki mikil tægur, sko. Ja, herru, þá erum við búin að versla. Anita er með fulla kjöru og ég ætla að vera með skoðanakönnun. Hvað haldið þið að öll þessi kerra kostaði? Ég man það ekki sjálfur, en endilega kommentaði fyrir neðan. Já, við erum að bíða til Uber. Fyrsta sinn sem við erum að panta það, ætlum að prófa það. Kostar 600 kall. Reyndar sjáum við hótelið. Það er basically, hótelið er þarna. Þannig að, þú veist, við gætum alveg labba þetta en við nennum því ekki. Þannig að virkilega gott veður. Við erum bara basically að bíða eftir Uber núna.
þessi verslun er stór hættuleg. Það er mjög mikið að dóti þarna sem kostar ekki neitt. Jöp. Þannig að, já. Herru, þá erum við komin inn á hótel og ég ætla að sýna ykkur hótelið okkar á eftir. Það sem við versluðum, þannig að þið sjáum svona cirka töluna sem þið þurfa að giska á hérna, hvað þetta kostar. Hvað kostaði fyrsta Price is right. Já, nema þið vinnið ekki neitt. En hérna, já, en aftur á móti verslaði ég einhverja 4 hluti sem er ekki til á Íslandi, en ég ætla að smakka og ég ætla að vera með svona hvað getum við sagt að þetta heiti? Enda, smakkaðu dótið sem enginn hefur smakkað, ég veit ekki. Við verðum að búa til einhvern lið, allavega hérna meðan við erum úti. Já, ég keypti 4, þannig ég get verið með smakka eitthvað 1 í dag, 1 á morgun, 1 hinn og þangað til við komum heim. Fyrsta sem við keyptum var svona walkie-talkie, svona hlerunarbúnaður á litla barnið sem er að, litlu stelpunum sem er að koma í heiminn. Ég veit ekki hvað svona kostar heima, en þetta er miklu ódýrara. Það kostar 2 skall. Já, þú átt ekki að segja verðið upp á. Sorry! Ok, Anita, ok. Þannig ég ger ekki grein fyrir því. Heima kostar þetta 15-20 skall. Þetta kostaði 2 skall, 3 skall hérna. Kostar svo 7 skall heima. Já, ok. Við keyptum eitt svona. Við keyptum svona hitamæli, ennismæli á strákana og okkur. Við keyptum baðdót handa mér og strákurum. Við keyptum til dæmis rafmagnsbrjóstapumpu. Rafmagnsbrjóstapumpu. Og það eru rándýrar á Íslandi. Við keyptum svoleiðis. Keyptum svo risaði. Wow. Keyptum pela. 2 svona. Allavega, keyptum 2 svona pela. Við eftir að finna hinn. Já, keyptum til dæmis svoleiðis. Hvað annað við að taka? Við keyptum skó. Annar keyptum skó, ég ætla að sýna ykkur þá á eftir. Þetta er til dæmis eitt af því sem ég ætla að prófa kannski í dag, eða morgun, eða hinn. Ég veit reyndar ekki nákvæmlega hvað þetta er, en vonandi að þetta sé eitthvað gott. Við keyptum Lag. þetta lag. Já, keyptum lag fyrir stelpuna sem eru að koma. Það er stór spurning hvað hún mun heita. Skotnir, sem Anita keypti sér, eru svona rosaflótnir. Hvað keyptum við meira? Þroskadót. Meira svona þroskadót handa mér, svona til dæmis. Og hérna í baðið, ég held að þetta verður sport. Þetta verður sport. Svo keypti ég fyrir Baltasar svona. Þetta er geðveikt. Ég man eftir því, þetta var til þegar ég var lítill. Ég held að ég átti aldrei svona. Ég ætla að draga. Ég verð svo dimmur. Ég er ennþá dimmur núna. Ok. Já, ég man bara eftir því að mér döðlangaði ég svona þegar ég var yngri. En átti aldrei svona. Þannig ég ætla að leyfa Baltasar að fá svona. Við keyptum hjálm á Benjamin. Og áður en við fáum fullt af skilaboðum eitthvað, hann þarf að vera CE-merktur og með ABS-kerfi og hjálmar þurfa að vera eitthvað sérstaklega stimplaðir eitthvað. Nei. Jú. Síðan. Síðan 1784 þegar Þing Ísl... Ég veit það ekki. Keyptum svona fleiri byssur út af Baltasar og svona djöðu, ég var þreyttur í hendinni. Ég er ekki í æfingu lengur að halda þessari myndavél uppi. Keyptum krítar fyrir sumarið. Við keyptum nammi sem Anita ætlar að gefa. Og keyptum duttur fyrir stelpuna. Og keyptum meira duttum fyrir stelpuna. Við keyptum svona pop socket. Svona aftan á síman. Ég held að það hafi kostað 200 kall eða eitthvað. Nei. Nei? Það var mjög dýrt, sko. 1000 skall. Þetta kostar 1000 kall heima, sko. Já, þetta kostar samt 1000 skall. Ok, þetta er til dæmis eitt af því sem ég ætla að smakka. Þetta er eitthvað
lúkkar ógeðslegt en ég gæti verið gott samt. Og við keyptum svona sundgalla. Sundból. Vilt þú ekki bara gera þetta? Það munur á sundgalla og sundból, sko. Já, við keyptum svona fyrir litlu stelpuna. Ossa sætt. Ossa sættir átti þetta ekki minnist ég tjekkaði á því, bara þannig að... Það sýna bara allt sem við keyptum. Já, út af þau þurfa að giska hvað þetta kostar. Það sýtti yfir dótið. Nei, svo keyptum við meira nammi. Og svo keypti ég mér rafmagnsbíl sem er geðveikur. Hann er geðveikur. Ég hlakka mjög til að gefa Baltasar þennan rafmagnsbíl út af því að þá fæ ég aðeins að leika með hann. Keyptum meira nammi, herðu. Svo keyptum við, við keyptum basically allt þetta hérna. Líka. Og þetta hérna. Já, og dótið sem hérna. Já, þannig að endilega kommenta fyrir hérna hvað heldur að karvan hafi kostað. Þetta var ekki ódýrt. Þetta var heldur ekki dýrt. Já, þú berð þetta saman með verðið heima, það var ódýrt. Þetta er dýrt, þetta var mikill peningur. Þetta er mikill peningur? En... Ekki mikill peningur við það sem við fengum. Já. Með það við heima. Já. Ég ætla að leggja niður myndavélina. Ég ætla að reyna að koma Netflix. Sem sagt við erum með LG sjónvarp hérna á hótelinu, drullu stórt, drullu fínt. Hún gefur upp að við getum verið með Netflix en við kunnum bara ekki á þetta. Þannig að það er verkefni mitt akkurat núna að það er að láta Anitu finna út úr því hvernig við getum látið Netflix virka. Já, svo keyptum við svona líka. Oh my god, síðan ég sýndi ykkur, ég sagði þetta aftur, allavega, síðan ég sýndi ykkur þetta hérna, er ekki búið að stoppa skilaboðin hérna til mín, bara eitthvað, oh my god, þannig, þú verður að byrja á því að smakka þetta. Þannig að ég og Anita verðum að byrja á því að opna þetta hérna og smakka þetta. Ertu ekki peppuð í þetta? Ójú, hún er hrikalega peppuð í þetta. Opnum þetta, 1, 2 og smakka þetta. Já. Góðu. Guðberg. Kemstu? Já. Ég voru að sjást það líka. Færu þetta. Æjæjæ, bæti appa. Appa. Daniel! Úps. Úps. Hann er gott að þú sagði rétt nafn. Baltasar! Þú er ómikið á mig. Nei, svona. Við erum 50-50. Ok. Svona. Ok, ég veit reyndar ekki hvað þetta heitir. Þetta er eitthvað hlaup. En þetta er basically eitthvað svona hlaup. Það er hart í botninum en mjúkt. Ég veit ekki alveg með það, sko. Það er ekki lykt af þessu. Jó, það er svona appelsínulykt af þessu. Ég finn enga lykt af þessu. Hérna. Þetta er svona svo, eitthvað Macintosh. Það var eitthvað neitt. Mér finnst það alltaf. Mér finnst það ekki gott. Sko. Þetta er alveg mjúkt. Það er gott. En bragðið er ekki gott. Þú getur ekki keypt nokkra kassa. Nei, mér langar ekki, þannig að þú mátt bara það. Já. Þetta er eins og þú fer í nammibúðina í Hagkaup. Varstu hlaupið sem er svona rautt. Svona... Hvernig er þetta að útskýra þetta? Það er það. Ég minnum á hérna appelsínugula... Það er bara appelsínubragð af þessu. Minnum á appelsínugula... Appelsínu maren... Nei, en það Macintosh. Gurinn. Já. Ég skil hvort þú far með þetta. Nú mátt búið þetta. Nei, langar ekki í þetta. Ég gef þessu 3 af 5. Samt svona mikið? Það er alveg mjúkt, það gefur mikið. Þetta er ekkert hart, þú veist. Þetta er nýtt. Já. En bragðið þessu fær alveg 2, sko. Ég hélt samt fyrst þegar við keyptum þetta að þetta væri svona í hörðu og svo bítur þetta og brotnar þetta svona svona eins og er í kökum marins fílingur, en það er það ekki. Þetta væri alveg, sko mér finnst þetta fínt
Ég get ekki borðað mikið af þessu. Sko ég gef bragðinu svona 2 því ég fíla ekki svona appelsínu bragðið. En ég gef þessi hefur heild 3. Af því þú veist það er svo mjúkt að við vorum ekki á móti. Ég ætla að gefa 3,5. Þú erum með eitthvað í tennum. Við verðum líka að borða þetta. Nei, þú erum með svartatönnum. Já, það er örugglega auga. Hvað ertu með 5 auga? Nei, þetta er augað á þessu hérna. Já, ég gef þessu, Anetta gefur þessu 3, ég gef þessu 3,5. Þetta var skemmtilegt. Já, þetta var ekki merkilega þetta, en á morgun munum við prófa eitthvað annað. Hvað það er, veit nú enginn, en þú verður bara að fylgjast með á morgun. Ég ætla að leggja vélina frá, aðeins að henda mér kottan og leggja mig aðeins. Já, nú erum við komin út og erum að skoða. Hi, how are you? Going excellent. Já, við erum hérna úti og við erum að skoða úti aðstöðuna á hótelinu sem þetta lúkar alveg drullu vel sko. Það er eitthvað svona heitur, það er hægt að kveikja í báli hérna og svo er sundlaugin hérna og hérna getum við legið í sólbaði sko. Það eru þetta, hvað var, 15 stigi hiti áðan. Það varst upp í 17 held í dag. Já, þannig að við erum bara róleg, fórum í H&M og hérna versluðum smá. Ég veslaði til dæmis svo peysu. Lúka vel. Það ekki, ég held að þetta lúki bara ágætlega. Keyptum við buxur líka. Núna eftir ætlum við að fara á Cheesecake Factory og bara búin að hlusta, ég er búin að heyra svona fullt af rosalegum sögum. Við ætlum að skoða þetta eftir og sýna ykkur. Ja, þá komið að því, ég og Anetta við erum komin í Cheesecake Factory og það sem ég ætla að fá mér er steak. Hvað fá mér þetta? Filet mignon. Yes. Dýrasta steikinn, flottasta steikinn, kostar 3.000 krónur. Það er ekki mikið. Sjáum hvernig það mun vera. Já, herri, við lentum líka í því þegar við vorum að panta drykkina er að ég gleymdi skilríkjum og dóti heima og vegabréfið er upp á hóteli. Hvað? Beðin skilríki. Já, ég var beðin skilríki út af að mig langaði að fá mér bjór. Anetta með skilríki, hún reyndar má ekki drekka bjór. En þú veist. Alright. Já, það sem ég var að segja er að ég var ekki með skilríki og ég mátti ekki kaupa mér bjór. Anetta má kaupa sér bjór, en hún má ekki drekka bjór. Þannig að, já, en hún má kaupa. Þannig að við náðum að redda þessu, þannig að ég fekk að fá mér bjór. Ég var spurður skilríki sem er ótrúlega gaman. Ég mæli með því að koma á, en sérstaklega eru svo gömul eins og ég að þetta er gaman að vera að spurður skilríki. Hvað segirðu? Ég ætla að taka 2 nýfa. Þá er kjötið komið. Lítur virkilega vel út. Nám. Við veitum að fara að fá okkur að borða núna og svo segir ég ykkur eftir hvernig þetta var. Hvernig er þetta? Þetta var rosalega gott maður. Ég kláraði steikina mína. Á ennþá smá eftir að Anittu. En, oh my god, hvað þetta er gott. Anetta ætlar að skoða kökurnar. Við ætlum að taka 2 kökur, taka með henni á hótel og eftir svona 2 tíma þá ætlum við að fara að nart í þær. Hvað er klukkan núna? 7:30. Núna 7:30, þá er klukkan 3. Já, þá er klukkan 2, klukkan núna er 2 að nóttu heima. Þannig að maður er ennþá hálf eitthvað ruglaður á tímanum, en ég er alveg viss að við leið og við erum búin að venjast tímanum hér, þá þurfum við að fara heim og þá þurfum við að venjast þessu tilbaka. Þannig að, já, við ætlum að fara að velja eitthvað köku, við ætlum að rölta smá og svo ætlum við á hótel, éta köku og svo, já. Þá erum við komin með 2 kökur, skoðum þær þegar við erum komin síman. Hún lítur að vera með hana. Já, ég skal sýna ykkur kökuna þegar við erum komin inn á hótel. Alright.
við erum komin heim og við erum það södd að við ætlum að éta bara kökurnar á morgun. Þannig að ég að pæla að enda þetta bara núna, bara takka þesslega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.